Til máls tekur háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, hér ræðum við á ný það frumvarp til laga sem á að heimila Íslendingum að taka hér við styrkjum frá Evrópusambandinu upp að allt að 5.000 milljónum. Frú forseti, ég ætla að leyfa mér að gera aftur athugasemd við dagskrárvald þingsins, forseta þingsins, vegna þess að ég tel að þingsályktunartillaga sama efni eigi að vera hér á dagskrá á undan frumvarpinu, því að í þingsályktunartillögunni kemur samningurinn fram og út á hvað hann gengur og raunverulega frumvarpið byggt á þeim samningi, en hann var undirritaður 8. júlí 2011. En hér verið að koma í gegnum þingið á ný með hálfgerðum bolabrögðum þessu máli, því að frumvarpið getur ekki staðið eitt og sér og á að koma í kjölfarið á samþykkt þingsályktunartillögunnar, þar að segja væri hún samþykkt. En það það sem málið snýst að þessi þingsályktunartillaga sem ræðir, hún inni í utanríkismálanefnd, en þetta frumvarp sem nú á dagskrá inni í efnahags- og skattanefnd. Þannig að það muna allir hvernig afdrifin voru með þingsályktunartillöguna þegar hún var tekin út úr utanríkismálanefnd. Þá var beitt bolabrögðum þegar ákveðnir aðilar voru ekki á nefndarfund og voru forfallaðir. Það kristallaðist hér svo síðan í morgun að það kominn nýr meirihluti í utanríkismálanefnd sem hefði þýtt það, hefði ekki verið beitt bolabrögðum, að þessi þingsályktunartillaga samninginn sjálfan, að móttaka þessa IPA-styrki, hefði ekki náð út úr háttvirtri utanríkismálanefnd. Það mjög einkennilegt að þetta skuli vera komið á dagskrá hér þá í þessu frumvarpsformi vegna þess að grunninn á eftir að samþykkja, það það að aflétta þeim stjórnskipulega fyrirvara á þessu, því að utanríkismálanefnd og þingið þarf fyrst að samþykkja þann samning sem þetta byggir á. Til dæmis í samningnum kemur fram að Íslendingar afsala sér lögsögu þess dómsmáls sem kynni að rísa út af fjárgreiðslum þessum, sem mjög alvarlegt mál, því þarna verið að framselja dómsvaldið úr landi, mjög kunnuglegt, við munum eftir því í Icesave-málinu, en allt virðist vera leyfilegt hjá þessari ríkisstjórn, bara ef að þessi umsókn fær að halda áfram. Sá þingmaður sem talaði hér á undan mér taldi það og rifjaði upp orð hæstvirts utanríkisráðherra að ef að þingið myndi ekki samþykkja þessa IPA-styrki, þessa eingreiðslu inn í ríkissjóð, þá þyrfti ríkissjóður sjálfur að standa straum af þessum kostnaði. Ég segi, urðu ekki straumhvörf hér í dag í þinginu, urðu ekki þau straumhvörf að það ekki lengur meirihluti hér fyrir því að halda þessu umsóknarferli sem sumir kalla aðlögunarferli áfram, hví ekki látið reyna á það hér í þinginu fyrst með atkvæðagreiðslu og þetta mál tekið á dagskrá þar til það orðið ljóst hvernig það stendur, í stað þess að vera eyða hér dýrmætum tíma í þetta mál sem hér til umræðu og svo það mál sem hér síðar á dagskrá og eftir þessu máli þegar þetta í slíkri óvissu. Það mjög athyglisvert hvernig þessi forgangsröðun hér í þinginu, þannig að þetta nú allt mjög einkennilegt eins og annað sem kemur frá þessari ríkisstjórn. En mig langar aðeins til þess að grípa hér inn í meirihlutaálit efnahags- og viðskiptanefndar, en það mjög athyglisvert vegna þess að þessir IPA-styrkjakerfið í löndum Evrópu sem hafa verið umsjónarríki á Evrópusambandinu, þá hafa alltaf verið settar á stofn sérstakar stofnanir sem halda utan þessa styrki, sjá bókhald styrkjanna, hvert þeir renna og hvaða ríkisstofnanir fá þá. En hér kemur fram í nefndaráliti að vegna áratugalangrar þátttöku á innri markaði sambandsins í gegnum aðildina EES-samningnum, þá gert ráð fyrir því að aðstoð við Ísland verði takmörkuð í samanburði við önnur umsóknarríki
og ekki verði þörf á að setja upp nýjar stofnanir til að stýra aðstoðinni, heldur verði gerður sérstakur fjármögnunarsamningur yfirvalda hvert verkefni fyrir sig sem styrkt verður af sjóðnum. Nú er farið að tala fjármögnunarsamninga góðar og gegnar ríkisstofnanir hér á landi. Frú forseti, mér finnst þetta mjög ógeðfellt orðalag. Það eins og hér sé verið að fjármagna einhver tæki eða bíl fyrir ákveðið atvinnufyrirtæki. Nú heitir þetta orðið að gerður verður sérstakur fjármögnunarsamningur fyrir hvert verkefni fyrir sig. Þarna kristallast það hvað við erum agnarsmá sem þjóð og fámenn vegna þess að Evrópusambandið getur gert einhverja sérstaka fjármögnunarsamninga í stað þess að hafa þetta hér í einni stofnun. Nú allt þetta byggt upp á hinni svokölluðu landsáætlun. Þegar landsáætlun var til umræðu hér í þinginu þá harðneituðu stjórnarliðar því að væri verið að gera hér landsáætlun vegna umsóknarinnar, en svona er sífellt blekkingaleikurinn að verða augljósari og augljósari. Eins og ég hef nefnt hér áður þá kemur varla það mál fyrir þingið öðruvísi en það sé á einhvern hátt tengt umsókninni að Evrópusambandinu, þó að það komi hvergi fram í frumvarpstextum, þingsályktunartextum né greinargerðum. Að því þurfa þingmenn að komast sjálfir. Því segi ég það, hvers vegna er verið að fela það hér á þjóðþinginu að þau mál sem koma hingað inn séu nánast öll uppurin hjá Evrópusambandinu og lögð hér fram að kröfu Evrópusambandsins. Ég kalla þetta blekkingu, frú forseti, og vísa hér til laga ráðherraábyrgð, að ráðherrar skuli upplýsa þing og þjóð sannleikann í hverju máli fyrir sig. Svo nú það besta við það í þessu ferli öllu saman sem varðar þessa IPA-styrki að þingmenn Evrópusambandsins hafa gert athugasemdir við það að þetta sé fyrst og fremst litið á þessa styrki inn í Evrópusambandinu sem þróunarstyrki, sem fjármagnsaðstoð við umsóknarríki sem standa höllum fæti og eru fjárhagslega illa stödd. Það skiptir greinilega ekki máli fyrir hæstvirtan utanríkisráðherra vegna þess að við hrunið þá var séð til þess að hér voru mikilvægar stofnanir skornar niður, stofnanir sem eiga að taka við þessum peningum, og eins og háttvirtur þingmaður Jón Bjarnason sagði, hvað er hægt að gera við fjárhagslega hungraðar ríkisstofnanir annað en að dæla inn í þá fé, en það er því miður þannig að þetta fé kemur frá Evrópusambandinu og að vissu leyti má tala að það sé illa fengið fé vegna þess að þjóðin, landsmenn, 65% landsmenna vilja ekki ganga þessa leið. Ég hef verið óþreytandi við að leggja hér fyrir skriflega fyrirspurnir til hæstvirts utanríkisráðherra og hæstvirts fjármálaráðherra varðandi þessa styrki í þessi ár sem umsóknin búin að liggja fyrir, og hef meðal annars spurt að því hvort að IPA-styrkirnir eigi að vera endurkræfir af Evrópusambandinu ef að það verður dregin tilbaka umsóknin. Það hefur svo sem aldrei fengist nein niðurstaða í það. En mikið á sig lagt, 5.000 milljónir íslenskar ætlar Evrópusambandið að dæla hér inn, taka það fjármagn frá öðrum ríkjum, því að kratisminn gengur út á það að eyða skattfé almennings í þeim ríkjum sem að kratisminn ræður ríkjum. Þannig er ferillinn. Gangi Ísland inn, þá komum við til með að þurfa að inna þessar greiðslur af hendi til annarra umsóknarríkja, þannig að það er sífellt verið að færa fjármagn hér á milli landa í þetta gæluverkefni. Ég fór yfir í fyrru ræðu minni, virðulegi forseti, allt varðandi það að hér gengur þetta frumvarp á ótakmarkað skattfrelsi og undanþágu frá opinberum gjöldum, og ætla ekki að rifja þá ræðu hér upp, en ég vil benda á það og get ekki sleppt því hér á þessum stutta tíma sem ég hef til umráða nú, að það skapar gríðarlegt ójafnvægi á milli íslenskra þegna og íslenskra verktakafyrirtækja og þeirra sem koma hér til að vinna þessa vinnu frá Evrópusambandinu. Því hér er verið að veita skattfrelsi eins og diplómatíska aðila væri að ræða, og þannig er búið að teygja það hugtak alveg yfir á verktakana. Þannig að
Þetta lítur illa út. Ég geri aftur athugasemdir við það að þetta frumvarp skuli vera hér á undan í þessari umræðu vegna þess að ekki er búið að innleiða samninginn sem var undirskrifaður í júní í fyrra 2011. Þess vegna er ekki búið að beita stjórnskipulegum fyrirvara á þetta mál og að mínu mati er þetta frumvarp að því leyti ekki þingtækt.